Góðan daginn, elsku bestu mín. Eru það að heyra þessa rigningu? Gleðileg jól. Það svo lítil jólastemming í landinu út af þessu veðri. Mér finnst bara allir tala þessu ekki jólastuði og ég sko ekki í jólastuði. Ég mætt fyrir utan Smáralindina sem að ég bara með smá svona kvíðarmynd í maganum að fara inn og ég bara, þetta að fara að vera ömurleg stúsferð. Það að fara að vera svo margir þarna inni. Og málið ég ekki búin að borða, sko, klukkan 2 og ég ekki búin að borða síðan 8, þannig að ég þarf eiginlega að byrja á því að fá mér mat. Ég smá stressuð að sé bara eitthvað klukktíma bið eftir mat. Ég viðurkenni, ég ekki búin að vera í vloggstuði seinustu daga og ég var smá að pæli að bara beila á að vlogga jólin. Tók mamma myndaðalinn í gæri stúrsnefnilega en enda á vlogga ekki neitt og það ég var bara nett ekki að taka hann upp. Þegar maður að stúrsast svona mikið og þegar svona mikið að gera í búðum þá þetta bara ekkert gaman. Það bara ekkert gaman að stúrsast. Það bara erfitt og leiðilegt og þreytandi þannig að sjáum hvort ég ná að taka ykkur með mér í þessu búðarferð og ná að posta þessu vloggi. Ég var nefnilega að spá að vlogga bara svona næstu daga, jólin, gefa ykkur eitt bara svona vika í lífi, jólin mín. Ok, mér vantar að finna jólagjöf fyrir systur mína. Þú veist, ég búin að kaupa smá, ég vantar meira. Og þessi peysa sko geggjuð. Þú veist, hún alveg svona á Óskar, eða þú veist, þetta svona típur sem Óskarlistan. Eina að hún smá stutt. Annars hún fullkomin, sko. Ég keypti peysuna fyrir systur mín, hún vildi bara skipta henni. Hún fílar hann ekki. Og næsta dagskrá mamma. Hún loksins gaf mér jólagjafarlista, hún gefur mér aldrei en hún gaf mér hugmyndir í ár. Og eitt af því hvað er skemmtilega birta hérna, glasamottur. Þannig ég er í H&M Home að leita. Kannski þessar frekar. Herðu, þetta var bara successful Smáralindaferð. Ég bara mjög ánægð með hana. Náðu að stróka út mömmu, systur mína, keypti eina gjöf fyrir vin Ólivers. Núna ég að púlla upp í Elko út af því að Brynjar langsóði rakvél í jólagjöf, þannig ég ætla að nei sko, bílastæðin hér eru líka crazy. Ég veit ekki hvað ég að fara að leggja. En já, hún langsóði rakvél, þannig ég ætla að finna það og reyna að bæta í pökkan fyrir pappa. Ég myndi segja að pappi sé svona eini sem ekki búin að segja mér neitt bara hvað hann vill. Herðu, ég heppin með stæði eða hvað? Vita eins, ég ætla að leggja. Ok, ég fekk bara strax stæði. Ég var mjög heppin. Sérst, pappi mjög lítið búin að gefa frá sér hvað hann vill. Hann svona típur sem bara vill ekkert og vill ekkert. En ég fekk upp úr honum í gær að hann vildi símahulstur og sko ef ég hefði ekki lagt þar sem ég lagði í Smáralindinni þá hefði ég ekki fundið símahulstra búðina. Þú veist, það var eitthvað búin að segja við mig að það væri símahulstra búð í Smáralindinni en ég var búin að labba, þú veist, alveg uppi og niðri en hún sérst þarna hlýðan á lokal. Þannig að ég náði að kaupa símahulstur fyrir hann. Ég ætla að fara aðeins inn í Elko, kaupa rakvél, kannski get ég fundið eitthvað skemmtilegt fyrir hann þar og þá ég bara búin. Já, bara, sem sagt, rakvélina fyrir Brynjar og smá meira fyrir pappa eftir. Mér sýnist morgundagur bara stefna í frekar svona chill hjá mér. Vanlega þorlega smá ógeðslega stressandi en ég held bara að ég náði að njóta svolítið mikið á morgun. Jæja, ég og Brynjar tókum smá Þorláksmessu date á Spírunni. Ógeðslega kósí og góð matur náttúrulega. Þegar ég lít út eins og I don't know what, ég nefndi ekki að mála mig í dag, ég þarf að fyrir sturtu í kvöld, ég að pæla litur mér hári í kvöld. En allavega, ég pakkaði inn pakkanum til Natalíu. Ég að gefa henni sem sagt það umslag eða gjafabréf inn í þessu og smákökur. Ég bakaði ekkert eðlilega mikið af smákökum í gær. Ég langaði ógeðslega að taka eitthvað svona aesthetic klippur og sýna ykkur, þú veist, ég var að þrífa og baka og jólast og eitthvað. En þið skiljið ekki, ég var locked inn í gær. Ég þreif svo mikið og ég bakaði svo mikið og þú veist, kökurnar voru alltaf bara inn í 10 mínútur í einu og ég gerði svona 20 plötur eða eitthvað. Þannig á þessum 10 mínútur sem þær voru inn í ofni, þá var ég bara að þrífa. En mér tókst svona eiginlega markmiðið mitt sem var að þú veist, vera búin að öllu fyrir daginn í dag. Þú veist, ég nennti ekki að koma heim í dag og þurfa að þrífa allt húsið og þurfa að kaupa fleiri gjafir og eitthvað. Ég er búin með allar gjafir, búin að þrífa húsið
og nú ég að fara með þetta til Natalíu. Já, þegar ég var að þrífa í gær þá horfði ég sko á Santa Claus 1 og Santa Claus 2 og svo fór ég að vinna áðan og þá horfði ég á Santa Claus 3 þannig ég er svona smá komin í jólaskap eftir það. Mér finnst jólamyndir alltaf hjálpa mér að komast í jólaskap. En já, ég ætla bara að fara með pakkan og fara að drífa mig heim og kannski sæki ég bara Oliver snemma í dag. Gleðileg jól, ég er orðin brúnhærð. Klukkan er að ganga 5 og ég er búin að gera pítsudeig út af því ég fæ með pítsu öll jól. Ég er alltaf grænmetisæta en ég hef aldrei fílað jólamat og þetta var alveg bara svona, ég hata alltaf jólamat þegar ég var yngri þótt ég borðaði kjöt. Svo bara byrjaði mamma að leyfa mér að fá pítsu á jólunum, þannig ég hef borðað pítsu á jólunum í bara mörg ár. Ég hef bara farið eftir svona klukktíma og ég skal reyna að vlogga eitthvað. Ég er samt að reyndar vlogga aldrei mikið þegar ég er með fjölskyldunum minni. En ég ætla að reyna að sýna ykkur eitthvað svona aðeins frá kvöldinu. Ég ætla að fá að opna fyrsta pakkan. Þið er búin að vera svo duglegur að bíða. Já, þetta er geggjað. Takk, Oliver. Christmas Day breakfast. Jæja, við fjölskyldan sváfum út í dag. Oliver vaknaði hérna 11. En við vorum bara að fá okkur smá leit, lunch, brunch, eitthvað. Og við erum búin að leika með alla gjafirnar hans Olivers. Ég ætla að gefa ykkur haul eftir smá þegar ég nenni að taka dótið inn í stofu. Ég er ekki búin að ganga frá neinu af því ég ætla að gefa ykkur haul. Næsta klippa verður haul. Ef ég byrja bara á þessum náttfötum, ég fekk þess að svona, já, stutturma ból með kraga og stuttbuxur. Elska, þetta var óskulistan mínum. Og fekk líka silki slopp, bleikan, vantar bandið, það er í einhverjum póka. Svo sætur litur, það var líka óskalistanum mínum. Eitthvað af þessu, þú veist, fengum við Brynjar saman. Geggjuð handklæði, okkur vantar alltaf handklæði. Og fengum líka saman svona ilmstangir. Þetta er vanilulykt og svo fengum við líka svona greni ilmstangir. Sko, ég keypti þetta sem sagt til okkar Brynjars frá Oliver og ég opnaði sléttijárnið þegar þetta kom í nóvember og bara pakkaði inn hárblásunum út af við notum bæði hárblása í Brynjar en hann er ömurlegur í augum þannig að ég ákvað bara að pakka þessu inn og hafa þetta sem jólagjöf. Svo fekk ég Metasport bleikan langarmaból, æði litur. Fekk ég frá Brynjari, ég fekk Kensen straight leg buxur og peysu í stíl. Mjög langt síðan ég keypti mér eitthvað juicy cozy galla. Og svo gaf hann mér líka 20 skall í Smáralindina, þannig ég má fara að shoppa. Svo fengum við Brynjar pítsuspaða. Ég var náttúrulega með föstudagspítsu bara í hverju viku og pítsuspaða sem fylgir pítsuvélinni sem ég á í brotin, þannig að þetta verður ekkert eðlilega þægilegt. Ekki svona ylvatn, þetta er dúp af, hvað heitir ylvatnið? Ég skal setja mynd hérna þegar ég finna það. Þetta er dúp af sem sagt því ylvatni, eitthvað kaja eða eitthvað. Svo fengum við Brynjar svona sápu og handlotion sett frá Meraki. Ég fekk sólarpúður. Ég setti sólarpúður á lista til systur minnar og mig grunaði að hún myndi gefa mér það. En ég er búin að bíða með að kaupa mér sólarpúður. Ég er ekki búin að nota það bara neitt senastu vikur. Þannig ég er mjög glöð að ég hafi fengið það. Svo fekk ég æði lip balm. Þetta er Love Iceland merkið sem fæst í Bónus. Þetta er svona skincare merki. Og ég fíla húðvörðuna mjög mikið. Að sjá hvað þetta er fancy. Þú veist, þetta er eins og svona varalitur. Geðveikt flottar umbúðir, en samt er þetta bara varasalvi.
svolítið ljótar umbúðir, en þetta er Cosrx Peptide Collagen maskin sem þú ert með á húðinni í alveg eitthvað 3 klukkutíma og það var að gefa það svona glass skin. Svo fékk ég svona lavender baðkúlur og lavender, ég veit ekki alveg, þú veist, það stendur foot soak. Ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað svona, já, maður á að setja þetta í baði líka. Þetta er bara svona baðspadót. Kerti með greni, trélykt, svo fékk ég hérna heima prjónaðan trefil. Ógeðslega næs og, þú veist, get notað hann bara svona. Svo get ég líka að setja þetta svona. Þegar það er vindur úti. Servéttur fylgdi með hérna þessu. Fékk ég, ég nenni ekki að opna þetta, en þetta eru 10 glerrör og þau eru ógeðslega sæt á litin. Þau eru svona, ég verði að lesa ykkur. Það er sko bæði svona bogin og bein, en sjáðu, þetta eru svona geðveikt svona fölbleik, ógeðslega sæti litur. Einast en ekki síst, þá fékk ég Ninja Creamy vél, ice cream sorbet, light ice cream, smoothie bowl. Mér datt ekki einu sinni í hug að maður geti gert smoothie bowl í þessu. Gelato, milkshake. Hann er alltaf að fara í búð núna, eða hann er úti núna í búð, að kaupa til þess að geta mixað ís, eða gert ís og aftan í kvöld. Ég greinilega glemdi heima hjá mömmu, ég var að fatta núna hvað vantar. Vantar silkikottaver og svo fékk ég svona kassa af bara alls konar svona húð, þú veist, body butter, shower gel, olíu, þú veist, bara svona sett af svona húðdekurvörum og það vantar. Það var nefnilega hjá mömmu í gær, þannig að ég þurfti að koma allar gjafirnar í poka yfir. Aðalgjöfin sem Oliver fekk frá okkur er þetta trampolín og þetta er svo sniðugt. Þetta er sem sagt bara trampolín, hægt að vera með stöng og svo getur þú sko snúið þessu við og sett svona dúk og þá er þetta orðin boltagrefja. Og það fylgdu sko ógeðslega margir boltar með, þannig að já, þetta er svona 2-in-1 boltagrefja trampolín, ógeðslega sniðugt. En já, ég og Óli erum bara að eiga smá cozy time. Ég ætla aðeins að ganga frá dótinu, núna fyrst ég er búin að sýna ykkur það. Og ég hugsa að við reynum að fara út að róla með hana eftir, en annars er þetta bara frekar chilluð jól hjá okkur. Góðan daginn, vlogg. Hvað erum við mætt að gera? Taka þetta 4. Já. Það er sérst alveg vika síðan að ég vloggaði seinast. Ég veit að ég er ekki eitthvað mjög fersk. Ok, ég er byrjað að fá eitthvað svona útbrot af kreminu mínu. Ég þarf að fara að skipta krem. Við fórum í smá áramótastós, keyptum, byrju ekki taka, og keyptum eitt svona gos, froska, svona hjarta stjörnublis. Ég elska stjörnublis, þetta var eina sem ég langaði að kaupa. Þetta eru svona innisprengjur, svona konfetti. Svo ætla ég að drekka óáfengt juice gos í kvöld og við keyptum 2 osta til þess að gera osta og keks. Bakka. Ég fekk náttúrulega Ninja Creamy í jólagjöf og ég voru að nota hana sko sjúklega mikið og í kvöld þá ætlum við að gera shake. Ég er ekki búin að gera shake í henni, ég hef bara gert ís og smoothie bowl. En ég keypti ís og ég keypti shake nammi, keypti við alls konar snakk. En fjölskylda mín er sem sagt öll veik. Þannig við erum ekki að fara til mömmu í dinner. En mamma er samt að elda og ætlar að gefa Brynjari mat, þannig við förum að sækja mat heim til hennar eftir. Ég ætla að elda mér sushi. Ég held að þetta sé 4. árið sem ég reyna að gera mér sushi og ég er alltaf svona að vera betri og ég held að í ári munni ég sko fullkomna það. En já, svo keyptum við bara alls konar eitthvað munch og everyday hluti. Sushi tilraun 4. árið og ég held að þetta sé bara bestu bitan sem ég hef gert. En ég á ekki sushi mottu, þannig að þeir koma alltaf smá skringilót, en ég smakkaði það og þeir eru góðir og ég ætla að nota bara wasabi, soja. Þannig þetta er tilbúið. Keypti mér nýtt krem í Bónus sem er sama og varsalinn sem ég fekk hann í jólagjöf, Love Iceland.
ég hef notað þetta krem áður og mér finnst þetta bara mjög fínt krem af því að kremið sem ég nota vanalega, þetta, bara að gefa mér eitthvað útbrot og ofnæmisviðbrögð allt í einu. Þannig að ég þurfti að skipta. Já, mamma sagði að matur ætti að vera ready 6-leytið, þannig að þá förum við yfir og sækjum mat og sækjum hlífðagleraugun okkar sem hjá henni. Ég held að ég ætla bara að gera mig aðeins til, ég ætla ekki að mála mig mikið, ég er ekki að gera neitt í kvöld sérstakt. Aðeins að ferska upp á mig, gera hárið mitt, fara í aðeins fínni-föt. Planið bara að borða, svo brenna hérna bara eiginlega fyrir utan 8:30, koma heim, svæfa Oliver, horfa á skaupið, horfa á flugvöllana, mjög rólegt. En já, ég fæ mér yfirleitt sushi á áramótunum og ég held sko 2 ár hef ég pantað hjá Sushi Social sem var bara geðveik, það er bara uppáhalds sushi mitt eiginlega. Þá fékk ég að panta út af, þú veist, já, fekk að panta bara svona 1 bakka af avocado sushi, þetta er það ógeðslega einfalt sushi. En svo hringdi ég eitthvað annað ár og þá leyfðu þau mér það ekki og þá byrjaði ég að gera sushi sjálf og já, fyrsta árið var svona smá disaster, svo er ég svona orðin betri og betri en erfiðasta er bara að rúlla þeim rétt að ég á ekki svona sushi mottu sem maður á að nota til að rúlla. Ég er búin að vera mjög unmotivated í desember og ekkert búin að vera einhvern veginn, já, bara svona ólík sjálfur mér þegar kemur á svona rútínu og markmiðum og allt svoleiðis. Ég bjóð til 2026 Pinterest board í gær og var bara að rita inn pinna bara ógeðslega mikið eins og ég vill að 2026 verði og það actually peppaði mig bara frekar mikið. Þannig að ég mæli með, mér finnst þetta allt svo gaman að búa til svona Pinterest board og svo þegar ég gera nýjan lock screen fyrir janúar. Ég er svo mikil reset típa og janúar er bara the ultimate reset, þannig að ég verð yfirleitt ég að bara hífa mig mjög mikið upp í janúar. Þannig að ég er að vonast til þess að já, ég bara fái motivationum mitt aftur tilbaka í vikunni. Ég er ekki búin að eitthvað þannig séð pæla í 2026 markmiðunum mínum en eina sem að mig langar smá að prófa er að taka TikTok-lausan janúar og bara eyða appinu og ekki fara neitt í það í janúar og aðalástæðan er bara því ég er endalaust að skrolla og ég er bara alltaf í símanum og í símanum kringum Oliver og eitthvað. Þannig ég held að símanotkunin mín myndi alveg minnka, slatta og ef ég er í símanum þá væri ég bara að gera eitthvað, ég veit ekki, þá væri ég bara meira bara á Pinterest eða eitthvað, gera eitthvað gáðulegra í símanum heldur en TikTok endalaust. Ég var að spá að taka YouTube-lausan í janúar líka, ég veit að nú eru þið bara eitthvað, nei, en ég er samt, ég ætla meira bara að sjá. Ég held ég taki mér alveg kannski smá pásu til að byrja með og sjá bara svona, ég held að ég sé hætt að posta sko vikulegum vídeóum. Ég veit að þið verður mjög leið að heyra það, en ég er bara, já, ég held bara ég þurfi smá tíma til þess að, ég veit ekki, koma mér í gang aftur og yfirleitt finnst mér sko hjálpa mér að taka upp, en nýlega er ég bara búin að vera eitthvað unmotivated og ekki að nenna að taka upp og eitthvað. Það er svona aðalega TikTok sem ég er að pæla í út af mér finnst TikTok bara, þú veist, ég elska TikTok þegar ég er með skemmtilegt for you page og þegar ég er að fókusta á svona motivating og eitthvað svona, en síðan ruglar TikTok í algoritmunum mínum og ég byrja bara að fá ógeðslega leiðinleg og neikvæð TikTok og mér finnst líka bara, ég veit ekki, mér finnst bara að allir eru að keppast athygli og promóta eitthvað og þetta er bara ekkert, mér finnst bara finnst bara contentin á TikTok ekki búin að vera jafn skemmtileg og þau voru. Nýja sólapúðrið er by the way bara æði, þetta er frá Maybelline City Bronzer í lit 300 og já, mér finnst það bara mjög fínt og gott og ég elska drugstore products þannig að það hentar vel. Ég geti keypt það bara annað svona þegar þetta er búið. Ég nenni ekki einu sinni að vera með maskara þannig ég held ég ætla bara að
græja hárið mitt aðeins og skiptum föt. Ég var að sýna hvað við erum fín. Við erum tilbúin í áramótin. Hvernig séu gleðilegt nýtt ár? Gleðilegt Hár. Ég reyndi að gera aðeins, nota fínu diskan okkar, kerti, smá blöðurur og Brynjar er farin að sækja matinn. Oh my god, þetta er erfitt. Sterkasti minn. Alveg fast. Matinn hans Brynjars allur í boxum hérna. Meðlæti svolítið mikið. Við ætlum að gera quick taste test á sushið. Besta sushi sem við höfum gert. Öll árin. Við erum komin út úr húsi, vel klædd og ætlum að labba á brennuna. Mjög heppilegt, hún er bara hérna mjög nálægt okkur. Vá! Þetta er flugeldi! Hvað er þetta? Allir byrjuðu að sprengja. Sinnsverðin stáðum í bústað, þannig að það var ekkert mikið sprengt. Og árið á undan því þá var hann bara, eins og hálsás. Þá vildi hann sko ekki vera með heyrnartólin og gleraugun, þannig að við gátum ekkert mikið verið með hann. Já, við keyptum sérst eitt gos, bara lítið og krúttlegt gos og ætlum að sprengja það áður en við löpum á brennuna. Meira eldgos.